Já, takk fyrir þetta. Hann komin hingað Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor sem á nýjasta hlaut riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til íslenskra málvísinda. Hann hefur langa hríð vakið athygli á ýmsum atriðum sem að mögulega geta ógnað stöðu íslenskunnar. Velkomin Eiríkur og til hamingju. Takk. Verður maður ekki að byrja á því að spyrja, hvernig svona var þið við þegar þú fréttir að þér yrði sýndur þessi heiður? Ég var steinhissa það að segja, en mjög glaður af því að ég líti á þetta sem svona viðurkenningu á því að það sem ég hef verið að tala í þessu sambandi, stöðu íslenskunnar og nauðsyn þess að styrkja stöðuna í stafrænum heimi, að svona menn hafi tekið eftir því og það sé svona að ná í gegn, menn sé átta sig á því að þetta skiptir máli. Já. Þú ert náttúrulega ekki einn þetta hjá eftir því, ég held að bæði forsætisráðherra og menntamálaráðherra hafi nýlega einmitt talað stöðu íslenska tungu. Hvar svona í grófum dráttum, hvar erum við stödd? Erum við í verulegri hættu á því að tapa þessu einstaka tungumáli? Það óskaplega erfitt að segja. Ég er búinn að vera að tala það núna í nærri 20 ár að við þurfum að hyggja stöðu íslenskunnar í stafrænum heimi vegna þess að tölvutæknin, það skipt svo miklu máli að íslenska sé notað alltaf innan tölvutækninar. En svo núna bara síðustu örfá ár þá svo margt fleira sem hefur breyst. Tilkoma snjallsíma og spjaldtölva hefur gjörbreytt landslaginu að þessu leyti. Það eru svo margir sem eru sítengdir þarna við enskan menningarheim í raun og veru alltaf. Annað sem skiptir máli líka, ég sá nú bara rétt fyrir jól sagt frá því í blöðunum að það væri ný meistararitgerð í félagsráðgjöf held ég könnun á því hvort og hvernig snjallsímar hefðu áhrif á tengslamyndun foreldra og barna og það gæti verið að snjalltækjanotkun foreldra hún bara ylli því að tengslamyndun yrði ekki eins mikil. Þetta skiptir auðvitað gífurlegu máli því að í máltökunni börn þurfa nógu mikið máláreiti á máltökuskeiði til þess bara að byggja sér upp öflugt málkerfi og ef að svona dregur úr því þá málið í hættu. Við erum að ræða það reyndar á fundi í morgun, ræða það að bjóða þér í þáttinn, þá var einhver samstarfsmaður minn sem sagði ég líklega vestur í þessu sjálfur því að leið ég banna dóttur minni að vera í tölvunni þá ég sjálfur í símanum. Já, einmitt sko. Það kannski svolítið þannig. Það það og svo náttúrulega, það svo margt líka gagnvirkir tölvuleikir sem fólk spilar meira og minna á ensku. Nú svo bara líka breytt viðhorf. Alþjóðavæðingin hefur haft áhrif að unglingar sjá ekkert framtíð sína endilega á Íslandi. Allur heimurinn orðinn svona sameiginlegur markaður fyrir menntun og þekkingu og unglingar nú á tímum íslenskir unglingar þeir vilja gjarnan búa erlendis, vinna erlendis þá sjá þeir það að íslenskan kannski nýtst ekki mikið þar og þá spurningin hvaða áhrif hefur það á viðhorf þeirra til málsins. Nú hafa svo sem gegnum tíðina hafa verið gerðar kannski tilraunir með það, sérstaklega með tölvuforrit að vera með einhvers konar íslenska þýðingu á þeim. Skilar það árangri eða leitar fólk mjög fljótt yfir í að nota, til að mynda þá ensku sem samskiptatungumál í þessum stafræna heimi? Ég held að skilja árangri en það við þurfum bara að gera svo miklu meira að því. Við þurfum að tala mikið núna gervigreind og sjálfkeyrandi bíla og allt mögulegt slíkt, alls konar tæki sem eru tölvustýrð, allt umhverfi okkar að verða meira og meira tölvustýrt og þessum tölvum meira og minna stjórnað með tungumálinu og verður það í framtíðinni og þá spurning hvaða tungumál verður það. Það ekki tæknilega því til fyrirstöðu við notum íslensku til þess að hafa samskipti við tölvurnar en það þarf miklar rannsóknir til þess, það þarf gagnasöfnun og forritunarvinnu og svo framvegis og bara fyrst og fremst það þarf tíma og peninga til að gera þetta. En strandar þetta á einhverju sérstöku þar að segja að gera þetta eða þetta bara spurning að einhver þurfi að ákveða það að setja tiltekið mikinn pening í að gera og framkvæma það sem þú ert að tala um? Já, það fyrst og fremst það að bara gera átak í þessu sem svona, ég vonast það verið gert, það núna að störfum stýrihópur sem á að gera áætlun uppbyggingu íslenskrar máltækni
sem menntamálaráðherra skipaði núna fyrir skömmu. Það nauðsynlegt að skapa þessar forsendur. Svo auðvitað hitt spurningin, verður fólk tilbúið til þess að nota þessa tækni á íslensku þó hún sé tiltæk. Við getum ekki ábyrgst það, en því lengur sem það dregst að gera hana tiltæk á íslensku, þeim minni líkur eru á að fólk vilji nota hana. Ef við getum alið börnin og unglingana upp í því að nota íslensku í samskipti við tölvurnar og gert þeim það kleift, þá held ég að íslenskan geti alveg þrifist áfram og lifa góðu lífi. Já, sko nú velta örugglega margir fyrir sér svona hvernig við förum að því að meta stöðu íslenskunnar. PISA-prófin voru þetta mikið í umræðinni fyrir jól. Þú vorst nú einn af þeim sem að gagnrýndir prófin sjálf, hvernig spurningar voru orðaðar og svo framvegis. Hvað vitum við í svona raun og veru það hversu, við tölum til að mynda börn og ungmenni, hversu fær þau eru í því að bara beita íslensku og svona málþroski og málskilningur á hvaða stað hann er? Við vitum alltaf lítið. Sko, maður heyrir alltaf alls konar sögur það að krakkar sem eru að leika sér á ensku og svo framvegis, en það hefur ekki verið gerðan einar stóra skipulega rannsóknir. Hins vegar slík rannsókn að fara á stað núna við Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor. Við fengum mjög stóran styrk úr rannsóknarsjóði núna á síðasta ári, en með til þess að rannsaka stöðu íslenskunar á þessu sviði og svo rannsóknin núna að fara á stað, þannig að svona, innan, hvað maður segja, tveggja, þriggja ára þá ættum við að vita miklu meira þetta. Og eru þið þá fyrst og fremst að skoða kannski þennan yngsta aldurshóp þar? Nei, við erum raun og veru að skoða alla aldurshópa, en kannski sérstök áherslu á svona yngri aldurshópana. Já. Og svo ég haldur áfram, hvernig svona gerið þið það? Hvað er það sem þið eruð að leita eftir? Já, við erum að kanna bæði kunnáttu í ensku og íslensku, kanna viðhorf til tungumálsins og framvegis. Við verðum með stóra spurningakönnun og síðan viðtalskönnun og sem, það er of langt mál að fara út í að lýsa því hér, en þetta verður semst mjög viðamikil rannsókn. Já, gaman að fylgjast með því. Eiríkur, til hamingju aftur og takk fyrir komuna í Kastljós.